heldur halda áfram. Fær okkur í, forseti hefur ákveðið að taka 7. lið út af dagskrá sem kosning í barnaverndarnefnd og við förum í 7. lið sem fundargerð borgarráðs frá 19. febrúar. 23. liður þar undir viðurgjöf fjárhagsáætlun vegna reksturs gistiskýlis fyrir heimilislausa karla og fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar þar sem 29. liður undir hlíðarendi útboð á fyrsta áfanga gatnagerðar. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur hvatt sér hljóðs. Forseti og góðir borgarfulltrúar, mig langar til þess að tala undir 2 liðum í fyrra skiptið undir í borgarráði 19. febrúar í lið númer 23. Þar langar mig bara til að segja örfá orð. Og það það hversu mikil vonbrigði það voru að meirihlutinn skuli hafa ákveðið það að hafna lægsta tilboði eða lægra tilboði sem að 2 góðgerðarsamtök skiluðu inn í rekstur gistiskýlisins. Það var lagt að hálfu Sjálfstæðisflokksins til að gengið yrði að tilboði lægstbjóðanda í rekstur gistiskýlisins, en því miður að þá var því hafnað af meirihlutanum og ákveðið að borgin taki að sér reksturinn, sem að mér finnst og okkur finnst vera röng forgangsröðun varðandi verkefni. Og við lögðum fram bókun í borgarráði, en bókunni fylgdi greinargerð sem að mig langar að lesa með leyfi forseta. Já, hérna sé ég. Í greinargerðinni stóð fyrir utan bókunni sem að þið hafi fyrir framan ykkur góð reynsla samstarf við Samhjálp við rekstur gistiskýlisins sem sýnir fram á að samstarf borgar og góðgerðarsamtaka hagkvæmt og gott fyrir skjólstæðinga. Því telja borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins rangt að borgin taki við rekstur gistiskýlisins þegar aðilar eins og Samhjálp og Hjálpræðisherinn hafi boðist til að sjá reksturinn fyrir nánast sömu upphæð og borgin til þess að geta rekið gistiskýli fyrir. Og reynsla okkar auðvitað sú að opinber rekstur að honum hætti nú til að verða óhagkvæmari ýmissa hluta vegna. Og þegar við erum með tilboð sem eru nánast sömu upphæðinar, þá alveg með ólíkindum, en ætti samt ekki að koma óvart miðað við meirihlutasamning flokkana 4 sem að skipa meirihlutan í borgarstjórn Reykjavíkur, ætti samt ekki að koma óvart að það sé í rauninni svona aðilar, góðgerðarsamtök, þriðji geirinn sem stundum kallaðar, séu útilokuð frá þessum rekstri. Ég vildi bara segja þetta hér á þessum opna vettvangi og minna á okkar afstöðu í þessu máli. Hitt máli sem að mig langar til þess að ræða undir borgarráðsfundargerðum borgarráðsfundargerðin frá 27. febrúar, 34. liður. Þar lögðum við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram fyrirspurn varðandi Þorrasel sem að íbúar á Þorragötu 5, 7 og 9 nýta sér ásamt fleirum. Það sem hefur verið félagsstarfsemi aldraðra eða dagdeild sem til var stofnað við úthlutun byggingaréttar þarna árið 1991 og hefur síðan verið í framkvæmd. Það sem við vissum ekki þegar við sátum þennan borgarráðsfund var það að lögmaður húsfélagsins á Þorragötu 5, 7 og 9 hafði sent borgarráði bréf dagsett 15. janúar varðandi málefni Þorrasels. En eins og þið vitið að þá stendur til að starfsemi í Þorraseli verði flutt á Vesturgötu og að minnstakosti hluta húsnæðisins verði breytt þannig að þar verði skrifstofuhúsnæði fyrir samþættingu heimaþjónustu sem allt annars eðlis en sú starfsemi sem að stofnað var til við úthlutun byggingaréttarins. Þetta fór gegnum velferðarráð á sínum tíma, en það virðist vera að fulltrúar í velferðarráði hafi ekki verið með réttar upplýsingar málið eða hafi ekki haft þær upplýsingar sem að nú hafa komið fram, meðal annars í grein sem að Jón G. Tómasson skrifaði í Morgunblaðið 19. febrúar. Það sem að hann rekur málið og bendir á að það sé ekki hægt
að gera þetta einhliða af hálfu borgarinnar. En tillaga sem var samþykkt í velferðarráði var svona, með leyfi forseta: lagt til að samþætt heimaþjónustu í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum verði staðsett að Þorragötu 3, þar sem nú rekin dagdvölin Þorrasel fyrir aldraða. Og það virðist vera að þarna hafi vantað upplýsingar það að íbúðirnar sem eru á Þorragötu 5, 7 og 9 og þjónustuseli, Þorrasel, standa á óskiptri lóð samtengt, og það þarf að leita samþykkis allra eigenda ef breyta á verulega hagnýtingu séreignar samkvæmt lögum fjöleignarhús. Nú svo eru líka ákvæði skipulags- og byggingarlögum skyldu til að leita leyfis til breytingar á notkun húseignar, og fer þá oft fram grenndarkynning og svo framvegis. En engu af þessu mun hafa verið sinnt, segir bæði í grein Jóns G. Tómassonar og í erindi lögmanns húsfélagsins frá 15. janúar til borgarráðs, sem aldrei var lögð fyrir borgarráð. Það var þannig að þegar við komum af þessum borgarráðsfundi 27. febrúar, þá var bréf lögmanns húsfélagsins á borðum okkar, að minnsta kosti á borðum mínu, dagsett 23. febrúar, þar sem að lögmaður húsfélagsins kvartar undan því að erindið hafi svo virðist sem að bréfið frá 15. janúar hafi ekki verið lagt fram í borgarráði. Og það kemur fram í bréfi lögmanns húsfélagsins að á fundi með fulltrúa Reykjavíkurborgar 7. febrúar hafi komið fram að erindið hafi verið tekið til embættislegrar meðferðar, og segir í bréfi lögmannsins: og virðist efni bréfsins þannig hafa verið haldið frá kjörnum fulltrúum vikum saman. Er því óhjákvæmilegt að senda bréfið öllum kjörnum borgarfulltrúum og fylgir það hjálagt í ljósriti. Og það bréf upp á allnokkra síður, þar sem að farið yfir málið, og það sem að hefur breyst, eða það sem hefur bæst við þetta síðan þá, er það að lögmaðurinn hefur kallað eftir því hvaða skerðingu hvaða fjárhagslegu áhrif fyrir eigendur íbúðana þarna við Þorragötu 5, 7 og 9, hvaða fjárhagslegu áhrif það geti haft ef að þessi starfsemi verður lögð þarna niður og önnur starfsemi kemur inn. Og það er mat fasteignasala að það sé á milli 200–300 milljónir sem eigna skerðingin verður, það sé að íbúðuna verð minni sem því nemur. Það er ekkert lítið. Það hefur líka komið fram, síðan að þetta bréf kom frá lögmanni, að það hefur verið tekin ákvörðun að fara í mál við borgina út af þessu. Þannig að þetta er býsna alvarlegt mál og alveg með ólíkindum að þetta skuli ekki hafa komið fyrir borgarráð. Eins og ég sagði hér upphafi, þá lögðum við fram fyrirspurn þetta. Ég vænti þess að henni verði auðvitað svarað, og auðvitað vonast maður til þess að meirihluti borgarstjórnar taki þetta mál til endurskoðunar og hætti náttúrulega við þetta, vegna þess að þetta er algjörlega gegn því sem íbúarnir vilja. Og það segir auðvitað mikið, finnst mér, þegar fyrrverandi borgarritari, fyrrverandi ríkislögmaður segir í grein 19. febrúar, Jón G. Tómasson, með leyfi forseta: hef ég ekki áður, hvorki hjá ríki eða borg, kynnst eins óvönduðum vinnubrögðum og viðhöfð hafa verið í þessu máli. Það er vont að heyra frá þeim manni og auðvitað hverjum sem að óvöndu vinnubrögð hafi verið viðhöfð í þessu máli, og svo virðist vera af öllum málsgögnum að svo sé. Ég hef lokið máli mínu, en ég boða bókun af hálfu okkar fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í þessu. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að bregðast við hérna því sem að fram hefur komið í máli borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar.
Fyrst varandi Þorraselið að þá minnir mig nú að það bréf hafi verið lagt fram í borgarráði, bréfi sem umræðir 7. febrúar og vísað til umsóknar velferðarsviðs, en ég þyrfti aðeins að athuga það betur. Það er auðvitað mjög mikilvægt hárrétt sem fram kemur að erindum sé svarað og að sjálfsögðu leggjum okkur fram það ávallt. Í einhverjum einstaka tilvikum getur það auðvitað gerst að einhver mistök verði við umsýslu erinda, en það er afskaplega fátítt hér í okkar ágæta stjórnkerfi. En fyrirspurninni sem fram er komin verður auðvitað eins og gefur að skilja svarað skilmerkilega. Hitt sem ég ætla aðeins að gera grein fyrir í lengra máli eru málefni gistiskýlisins, en eins og borgarráðsfulltrúar þekkja mæta vel að þá var nýtt gistiskýli fyrir húsnæðislausa karla opnað í lok nóvember á síðasta ári og þar með þá var bætt úr brýnni þörf fyrir bætta þjónustu við þennan viðkvæma hóp fólks, húsnæðislausra utangarðsmanna. Gistiskýlið eins og það er jafnan kallað, það hafði verið rekið í gamla farsóttarhúsinu í Þingólfsstræti frá 1970. Reisulegt timburhús með bröttum stigum en kannski ekki heppilegt, ekki það heppilegasta kannski fyrir fólk svona í misjöfnu, ég vel annarlegu ástandi. En enga síður þá þótti þetta húsnæði nú fullt gott lengst af, en svona á allra síðustu árum þá hefur krafa bættan aðbúnað húsnæðislausra aukist mjög og í stefnu í málefnum utangarðsfólks 2014 til 2018 sem unnin var á síðasta kjörtímabili. Fulltrúar allra flokka sem þá sátu í borgarstjórn komu að með einhverjum hætti í það minnsta. Þar er vandi utangarðsfólks skilgreindur sem fjölþættur heilbrigðisvandi sem hefur í för með sér alvarlegar félagslegar afleiðingar. Og þessi skilgreining var samþykkt af Mannréttindaráði og borgarráði vorið 2012. En kjarninn í þessu auðvitað hér verið að fást við heilbrigðisvanda og það er kannski má segja töluvert breytt hugsun frá því sem áður var og ég vil nú nota tækifæri og hvetja alla til þess að kynna sér þessa ég leyfi mér að segja ágætu stefnu og metnaði fullu sem var samþykkt þarna sín tíma. En velferðarráð ákvað á síðasta ári að leita eftir áhugasömum aðilum til þess að sjá rekstur þessa gistiskýlis á nýjum stað og í stórbættri aðstöðu. Nú ráðið tók reynda skýrt fram í tillögu sinni að það áskildi sér rétt til þess að hafna öllum tilboðum og fela velferðarsviðið annars rekstur en ef það væri talið fjárhagslega hagkvæmt og faglega farsælast. Niðurstaða þessara könnunar var sú að 5 aðilar lýstu yfir áhuga og á endanum skiluðu 2 inn tilboðum, Samhjálp og Hjálpræðisherinn. Nú auk þess þá voru lagðir fyrir velferðarráð útreikningar velferðarsviðs borgarinnar með hvaða hætti það treysti sér til þess að annast reksturinn og það er skemmst frá því að segja að þessir 3 aðilar voru allir á mjög svipuðu reiki hvað áætlanir varðar. Allir í kringum 80 milljónir króna. Samhjálp með hæsta tilboðið og útreikningar velferðarsviðs lægstir. Þessi upphæð er auðvitað töluvert hærri en þjónustusamningur sá sem gerður var rekstur gistiskýlisins í Þingólfsstræti á sínu tíma við Samhjálp og ég held að við verðum nú bara að horfast í augu við að það segja okkur að þar var of naumt skammtað. En í ljósi þess að ekki var að ræða fjárhagslegan ávinning af því að fela utanaðkomandi aðila rekstur gistiskýlisins og velferðarsvið treysti sér til þess að leysa verkefnið faglega, þá var það að ég leyfi mér að segja vel að dugu máli niðurstaða meirihluta velferðarráðs að fela
velferðarsviði rekstur gistiskýlisins. Það var tekið fram og hluti af samþykktinni að 2 árum liðnum skuli liggja fyrir hvort sé talið æskilegt að bjóða reksturinn út að nýju eða leita að nýju eftir utanaðkomandi áhugasömum aðilum þennan rekstur eða halda honum hjá velferðarsviði. Og það er mjög mikilvægt að þessi 2 ár, þessi tími, að hann verði notaður til þess að móta og þróa þjónustuna á nýjum stað við allt aðrar aðstæður en áður hafa þekkst og ekki síður til samræmis við þær kröfur sem eru gerðar í dag til þjónustu við þennan viðkvæma hóp og líka eins til að ramma inn á hvaða hugmyndagrunni þjónustan skuli byggjast og þetta var bókað á meirihluta borgarráðs þegar málið var til umfjöllunar þar og ég mun nú koma að því síðar hér. En Samhjálp hefur annast rekstur gistiskýlisins með hléum frá 1990 held ég og einnig hefur Reykjavíkurborg séð þennan rekstur á löngu tímabilum. Nú Samhjálp er okkur á góðu kunn, þetta eru góðgera samtök sem hafa staðið vaktina bæði í gistiskýlinu og eins rekið hér kaffistofu fyrir utangarðsfólk þar sem hægt að koma og fá kaffi og lesa blöðin frá því held ég klukkan 9 á morgnana og fá þar heita mat sem borin fram upp úr 1 og fleiri úrræða. Samhjálp auðvitað rekur áfangahúsið Brú, áfangahúsið Spor, þeir standa ýmiss konar félagsstarfi, með göngudeild, reka úrræði sem kallast Háborg, hlaðgerðarkot og svona, það er eitt og annað, þannig að Samhjálp kemur víða við og Samhjálp er auðvitað mikilvægur hlekkur í þjónustu við utangarðsfólk og verður það áfram. Samstarf borgaranna við samtökin hefur verið gott og full ástæða til að þakka þeim fyrir þann tíma sem rekstur gistiskýlisins hefur verið að þeirra könnu sem og bara fyrir önnur úrræði sem að samtökin reka. Og ég er sannfærður að þetta samstarf okkar við Reykjavíkurborgar og Samhjálpa verður áfram gott sem og við ýmis önnur góðgerðarsamtök. Nú ég vil líka nefna Hjálpræðisherinn sem er annar mikilvægur hlekkur í þjónustu við utangarðsfólk. Rekur dagsetrið á Eyjarslóð sem skiptir auðvitað miklu máli í lífi þeirra einstaklingar sem að teljast vera utan garðs. Nú, það eru á einhverju marki skiptar skoðanir hvort sé betri að vera að góðgera samtök eða hið opinbera annist rekstur eins og er að ræða í gistiskýlinu og hér er auðvitað ekki verið að leggja neitt dóm á það. Það eru skiptar skoðanir það. Flestir eru held ég sammála að hvort tveggja hafi sína kosti og sína galla. En ég held að við getum öll verið sammála það að þennan málaflokk ber að þjónusta eins vel og hægt er á sama hátt og marga aðra viðkvæma þætti í rekstri borgarinnar. Og á samanskapi ber okkur auðvitað að þróa þjónustu við utangarðsfólk eins og aðra þjónustu og í ljósi þess sem hér hefur komið fram teljum við sem að þessari samþykkt stöndum, bæði velferðarráð og borgarráði, að rétt sé að fela velferðarsviði umræddar rekstur í það minnsta næstu 2 árin. Og ég held að ég ætla að fá að gera bara grein fyrir bókum. Við leggjum hér í meirihlutanum fram sömu bókun og gert þar í borgarráði, aðlagaða auðvitað þessum vettvangi sem hér er og hún hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata styðja ákvörðun meirihluta velferðarráðs að fela velferðarsviði rekstur gistiskýlis fyrir heimilislausa karla. Auglýst var eftir áhugasömum aðilum rekstur skýlisins, 5 aðilar lýstu áhuga og á endanum skiluðu 2 þeirra inn tilboð í reksturinn. Tekið var fram í auglýsingu að velferðarsviðið áskildi sér rétt til að hafna öllum tilboðum og annast reksturinn sjálft, enda væri það metið fjárhagslega hagkvæmast og faglega farsælast. Það reyndist vera niðurstaða þessara skoðunar. Samhjálp átti hæsta tilboð, Hjálpræðisherinn þar næstur, en mat velferðarsvið á kostnaði við reksturinn reyndist lægra en beggja framangreindra aðila. Það liggur því beinast við að fela velferðarsviði reksturinn til 2 ára
en að þeim tímaliðnum liggi fyrir mat í ljósi reynslunar á því hvort reksturinn sé best fyrirkomið hjá sviðinu eða hvort rétt sé að bjóða hann út að nýju tímanu verði einnig varið að ramma inn á hvaða hugmyndagrunni þjónustan skuli byggjast. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar. Langar aðeins að koma inn í þessu umræðu vegna þess að ég held að hér sé verið að taka alveg glata skref í velferðarsviði og velferðarrekstri. Það er verið að draga tennurnar úr félagi sem hefur sinnt hluta okkar velferðarþjónustu árabil. Þar á meðal í rauninni sérhæft sem mikið í þjónustu við utangarðsmenn og heimilislausa og mér finnst þetta slæm hugmynd. Þess fyrir utan þá einhvern veginn held ég er ekki viss, en ég legg það hér inn og ég held að þetta bara get ekki samræmst eðlilegum svona leikreglum. Að velferðarsvið komi allt í einu inn þegar tilboðin liggja fyrir og ákveða að taka þetta sjálft og nota tölurnar sem fyrir eru. Ég held að þetta samrýmist ekki lögum eða bara þetta geti varla verið. Það er leikreglu sem við viljum fara eftir. Þar sem ég hef komið á opinberum útboðum, þá eru þessar reglur frekar strangar. Nú hef ég ekki nákvæmlega tölurnar viðmiðunarfjárhæðirnar í útboðunum á hreinu. Ég sé hérna í reglugerð en það getur verið að það sé eldra, það séu eldri tölur og það séu orðnar hærri núna. En í þeirri reglugerð sem ég er að horfa á, þá eru þessar tölur hærri og þá ber að fara með þetta eftir ákveðnum reglum. Ég er eiginlega á þeirri skoðun og ég mun fara fram á það að það verði skoðað að þessi ákvörðun hafi samræmst þá innkaupareglur Reykjavíkurborgar eða bara almennu lögum útboð. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi hér aðeins vegna framkominna orða eða fyrirspurna erindi sem varða Þorragötu og Þorrasel að framkomi að erindi barst eins og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson nefndi 15. janúar 2015 eða er dagsett þann dag og var í útsendum gögnum borgarráðs fyrir borgarráðsfund 22. janúar og embættisafgreiðslulista þar sem kemur skýrt fram að erindið hafi verið vísað til umsagna velferðarsviðs og þetta er hefðbundið þegar óskað er endurupptöku máls að það er sent til umsagnar á viðkomandi sviði til að skrifstofu borgarstjórnar geti metið hvort ástæða er til endurupptöku og málið er enn í vinnslu og er ekki komið aftur inn á okkar borð þannig að það er ekki dagskrá borgarráðs á morgun. En ég held að sé mikilvægt að þetta komi fram að því hér var aðeins óljóst í umræðinu hvort að hér hafi einhver feluleikur verið á ferðinni en erindið er samt á embættisafgreiðslulista og eins og slík erindi að þá fá allir borgarráðsmenn bæði embættisafgreiðslulistan og erindið er aðgengilegt í útsendum gögnum. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir það með þeim sem voru hér á undan. Lýsi ég furðu minni á því hvernig hefur verið staðið að þessum málum varðandi Þorrasel. Auðvitað á að upplýsa borgarráðsfulltrúa allt þetta og í rauninni ætti að upplýsa alla borgarfulltrúa þetta. Ég held að margir sem sendi erindi hingað inn til borgarinnar sem vilja senda til allra borgarfulltrúa þeir átti sig ekki almennilega á munninum á borgarráði og borgarstjórn. Nú, það er undir fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar. Þá er komið inn á
en að málefni sem varðar, þá spyrjumst við sjálfstæðismenn fyrir upplýsingafulltrúa borgarinnar, hvernig hann fyrir mikinn á samskiptasíðum til nafni Reykjavíkurborgar á Facebook. Ég held að vera ágætt að heyra viðhorf, þetta mál er allt hið furðulegast, það hefur nú verið rakið í fjölmiðlum. Ég held að vera ágætt að heyra svona viðbrögð borgarstjóra við því sem þarna hefur átt sér stað. Þetta horfir þannig við mér að það sé alveg greinlegt að upplýsingafulltrúinn, hann telji sig fyrst og fremst vera að ganga erinda meirihlutans í borginni. Þarna á samskiptasíðunni, þarna sendir hann pillur á mann sem er yfirlisti sjálfstæðismanna, á listu okkar sjálfstæðismanna, að fjalla málin þannig og hjólar bara í hann á ótrúlegan hátt. Hann hefur beðist afsökunar, upplýsingafulltrúinn að vísu, en maður veltir í fyrir sér bara hvernig sé staðið, hvaða skipun þetta fólk sé að fá hjá borginni. Ég gerði athugasemd við vinnubrögð daginn á heimasíðu borgarinnar, þar sem var sagt frá mál sem var afgreitt í skóla- og frístundaráði, þar sem var vitnað í bókun meirihlutans málið. Ég gerði athugasemd við það að í frétt á heimasíðu borgarinnar sem ópólitískir innan gæsalappa upplýsingafulltrúar að skrifa, þá vitnað í bókun meirihlutans, sagði þar þá eðlilt að sé líka vitnað í bókanir minnihlutans. Nú upplýsingafulltrúi neitaði því og þessi bókun meirihlutans er ennþá á heimasíðu borgarinnar. Og ég vil bara spyrja borgarstjóra á því, þetta er breyting frá því sem verið hefur, finnst honum eðlilegt að þessir upplýsingafulltrúar okkar þeir skrifi fréttir þar sem einungis annað pólitíska sjónarmiði komið fram til málefni sem kunna vera umdeild en hitt ekki. Nú, ég langar líka til að fá viðbrögð borgarstjóra á málefni sem snerti 33. lið í fundargerð borgarráðsins. Það sem var fjallað kjör borgarstarfsmanna varðandi bifreiðakostnað og síðan bílakaup forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Það er búið að segja upp bílasamningum við fjölda borgarstarfsmanna og þannig verða þeir fyrir kjaraskerðingu. Það hefur verið litið svo á að kjör starfsmanna borgarinnar og B-hlutafyrirtækja eigi að mestu leyti að vera sambærileg. En þá er tilkynntur nánast á sama tíma að það sé keiftur bíll fyrir forstjóra Orkuveitunar. Það kemur einnig fram í fjölmiðlum á sama tíma að þessi ágæti forstjóri hafi hækkað í launum 79,1% á 4 árum á sama tíma þegar vísitala launa almennt hefur hækkað 24,2%. Telur borgarstjóri að þetta sé í samræmi við vinnu borgarinnar að kjaramálum síðasta ár til dæmis þegar fjölmargir kjarasamningar hafi verið gerðir. Mér minnir að það hafi verið lagt upp með 2,8% hækkun launa í fjárhagsáætlun og því hlýtur þetta að skjóta skökku við. Ég vil einnig gera að umtalsefni vinnubrögð upplýsingafulltrúa Orkuveitunar þegar það fjalla þessi máli í síðustu viku. Þá er sem sagt vitnað í bókun sem ég lagði fram í stjórn fyrirtækisins, þar sem ég sagði að mér hefði ekki verið kunnugt það fyrir inn í nóvember síðastliðnum að forstjóri fyrirtækisins hafi þá í rúmt ár haft bifreið til umráða. Nú, upplýsingafulltrúi fyrirtækisins, ég er stjórnarmaður í Orkuveitu Reykjavíkur og upplýsingafulltrúi fyrirtækisins, hann kemur fram í fréttablaðinu á laugardag og ég veit að þessi upplýsingafulltrúi Orkuveitunar, hann er nokkurs konar pólitískur ráðgjafi borgarstjóra, að hann svarar og segir að afnot þessari bifreið sem ég sett hana spurningamerki við hafi verið í ráðningarsamningi frá 2011 og það er bara alveg rangt. Ég er búinn að skoða, ég myndi ekki eftir þessu ákvæði í ráðningarsamningnum, ég fekk afrit þessu ráðningarsamningi í gær og það stendur ekkert afnota bifreið eins og þó að fullist í fréttablaðinu á laugardaginn. Og ég spyr, hvað er að gerast? Eru upplýsingafulltrúar okkar eiga væntanlega að dreifa réttum upplýsingum, ekki staðlausum stöfum og núna bara á örstundu tíma hafa þeir af upplýsingafulltrúum borgarinnar og ég lít svo að hann sé líka sem er undir Orkuveitunni og farið fram með ósameiginlegum hætti. Er þetta dagskipun frá borgarstjórum þegar hagið sér svona eða taka þær upp á þessu að sjálfu sér? Ég held að sé algjörlega komin tími til að fara vel ofan í saumana á starfsemi upplýsingafulltrúa borgarinnar. Auðvitað, ég man ekki hvað eru margir, það kannski ágætt til borgarstjóri getur upplýst okkur hvað þeir eru margir, sennilega eru á milli 10 og 15
Og teka fram, samskipti mín við flesta upplýsingafulltrúa hafa nú bara verið mjög góð og ég held að þeir séu allir að langflestir að sinna störfum sinni mjög vel. En maður rekur í rógastans þegar það bara á stuttum tíma koma upp tilvik sem þessi, þar sem þeir greinilega er að þeir eru að birta pólitískar bókanir í fréttum á heimasíðu borgarinnar, pólitískar bókanir frá meirihlutanum en ekki minnihlutanum. Þeir eru farnir að senda fulltrúum Sjálfstæðisflokksins eða standa í einhverju deilu við þá og svara þeim í skætingi á heimasíðum borgarinnar undir lógói Reykjavíkurborgar og fara með rangar upplýsingar í fjölmiðla til þess að koma höggi á borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Hvað hér að gerast, herra borgarstjóri? Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri kveðið sér hljóðs. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér var nú margt undir, satt að segja, en ég skal reyna eftir fremsta megni að svara eftir því sem að minni mitt leyfir. En borgarfulltrúinn gerir störf upplýsingafulltrúa að umtalsefni og þeir eiga einmitt að gera það, veita upplýsingar og það er alveg rétt að það er ósvarað fyrirspurn varðandi atvik sem kom upp þegar að upplýsingastjóri undir nafni Facebookarsíðu Reykjavíkurborgar ég veit ekki hvort það er rétt orð að sakaði, heldur hélt í fram að varaborgarfulltrúi eða fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í ráðamannanefndum var að ganga erinda D-listans í umræðum á Facebook, eitthvað slíkt. Ég er svo sem ekki búinn að leggjast yfir þetta en það verður gert áður en þessu verður svarað en þarna hljóp hann á sig, viðurkenndi það strax og hefur beðist afsökunar á því. Og það hefur farið yfir það bara í svörum þegar þar að kemur og kannski ekki meira það að segja á þessu stigi. Upplýsingafulltrúar held ég muni rétt eru 5 frekar en 6 og ekki 10 til 15 í Ráðhúsi. En það var önnur spurning. Síðan spurði borgarfulltrúinn fréttir af þróun launa hjá forstjóra Orkuveitunnar og borgarfulltrúanum er málið nokkuð skylt þar sem hann hefur átt sæti í starfskjaranefnd Orkuveitunnar sem gerir tillögur laun forstjórans og það er rétt að halda því til haga að það lá bara ein tillaga að launum fyrir úr starfskjaranefndinni en borgarfulltrúinn sá ástæðu til að sitja samt hjá við formlega afgreiðslu málsins. Borgarfulltrúinn spyr afstöðu borgarstjóra til tillagna starfskjaranefndar og ég verð reyndar að viðurkenna ég hef ekki kynnt mér þetta mál í smáatriðum og ég hef ekki haft eins og borgarfulltrúinn aðgang að gömlum ráðningarsamningum. Samningurinn sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gerði við Hjöllu B. Kvarað þáverandi forstjóra sem stjórnarformaður skilst mér hafi verið upp á 3 milljónir að núvirði á mánuði. Þessi nýju samningar eru mun lægri en þeir eru umtalsverðir. Þeir eru umtalsverðir og spurningin sem að borgarfulltrúinn spurði var hvort að þetta væri í takt við kjara breytingar og starfskjör hjá Reykjavíkurborg. Þá get ég ekki alveg svarað því. Eigendastefna Orkuveitunnar hins var alveg skýr. Í henni segir eitthvað á þá leið að laun hjá Orkuveitunni eiga að vera samkeppnisfær og ekki leiðandi. Og þarna vaknar svo spurning hvort að Orkuveitan sé leiðandi varðandi laun hjá sambærilegum fyrirtækjum og mér finnst alveg sjálfsagt að skoða það. Og það hlýtur að hafa verið skoðað í starfskjaranefndinni því að það er prófið sem við sem eigendur eigum að leggja á þetta mál. Hvort að þarna sé farið fram úr því. Og það var minnst viðmið við forstjóra Landsvirkjunar varðandi launasetningu forstjóra Orkuveitunnar og nú er þarna kannski vikið frá en spurningin er þetta
leiðandi fyrir sambærileg fyrirtæki eða ekki. Og það held ég þessi kjarni málsins. Því þarf að svara og það hefur væntanlega verið hlutverk starfskjaranefndarinnar að svara því, eða hvað? Betur get ég ekki svarað þessu á þessu stigi. En ef að borgarfulltrúinn vill upplýsa borgarstjórn frekar þessa ákvörðun eða bakgrunn hennar eða við hvað var miðað og hver umræðan var, bæði í starfskjaranefnd og stjórn Orkuveitunar, þá ég alveg tilbúin að taka þátt í þeirri umræðu, bæði núna og hér eftir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og eftir að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bara svo því sé til haga haldið þá gerði ég ekki ráðningarsamning við forstjóra, ég hef ekki gert ráðningarsamning við neitt forstjóra Orkuveitunar, þrátt fyrir að ég hef verið stjórnarformaður Orkuveitunar í 7 mánuði á sínum tíma. Sá ráðningarsamningur sem var miðað við þegar ég var stjórnarformaður Orkuveitunar var ráðningarsamningur úr tíð R-listans, sem að gerði ekkert tímann fyrir árið 2006, ég veit ekki nákvæmlega hvaða ár. Það var sá samningur sem var miðað við þegar ég var stjórnarformaður fyrirtækinsins og það gegndu 2 forstjórar störfum á þeim tíma. Nú, það er athyglisvert að heyra viðhorf borgarstjóra til þessara mála. Það er alveg rétt að ég er í starfskjaranefnd Orkuveitunar og ég treysti mér ekki til að standa að þeirri tillögu og við sjálfstæðismenn í stjórn Orkuveitunar treystum okkur ekki til að standa að þeirri tillögu sem var síðan samþykkt, en rétt að taka fram að það er í rauninni ekki starfskjaranefndin sem ber ábyrgð á tillögunni, á samþykktinni. Það er stjórn Orkuveitunar og meirihluti stjórnar Orkuveitunar er eins og menn vita skipaður af meirihlutanum í Reykjavík. Þannig að það var farið yfir í sjónarmið í nefndinni, ég held að ég hafi haldið fram í nefndinni frekar hóflegum sjónarmiðum og það var fjallað fleiri kjör heldur en forstjóra Orkuveitunnar í nefndinni. Ég stóð til dæmis að tillögu varðandi hækkunin stjórnanda sem var mjög hóflega að mínu mati, var tilbúin að standa henni. En ég held að svo má deilum það hvort að 79% hækkun á 4 árum sé hófleg. Hún er að minnsta ekki í takt við launabreitingar hjá borginni á sama tíma. Þetta kom inn á stjórnarfund Orkuveitunar í janúar og við sjálfstæðismenn þar studdum ekki, hér í borgarstjórn Reykjavíkur studdum ekki tillöguna. Hún er því fyrst og fremst samþykkt af fulltrúum meirihlutans hér í borgarstjórn Reykjavíkur í stjórn Orkuveitunar. Og þess vegna er kannski ekki óeðlilegt að taka það hér inn. Og kannski launaþróun almennt hjá borginni. Það þarf kannski meiri tími það en þetta. Ég þakka borgarstjóra fyrir að ég áttaði mig ekki alveg á því, ég fekk ekki svarið því hvort hann teldi 79% hækkun á 4 árum að meðan launavísitala hefur hækkað 24%, hvort að það sé eðlilegt, en það er kannski bara sjálfsagt að ræða þessi mál frekar. Ég held að það hefur komið fram að meðallaun starfsmanna í Orkuveitunni eru 650.000 krónur. Ég held að bara til samanburðar megi nefna það að meðal heildarlaun grunnskólakennara í Reykjavík séu 477.000 krónur. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar, þá svarar háttvirtur borgarstjóri andsvarinu. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég ítreka það. Ég held að, og ég er alveg tilbúin að ræða hvaða forsendur starfskjaranefndin lagði upp með þessa launasetningu. En við verðum þá líka að ræða út frá hvaða forsendum við ætlum að ræða þetta, því að mér finnst svolítið bratt að leggja þetta upp sem 74% launahækkun vegna þess að það sem borgarfulltrúinn er þó væntanlega miðað við er að fyrrverandi meirihluti Samfylkingar og Bestaflokksins tók laun forstjóra Orkuveitunnar niður sem hluta neyðaraðgerðum úr 3 milljónum í 1300.000. Úr 3 milljónum í 1300.000. Þannig ef þú miðar við 3 milljónunar þá er þetta lækkun 1 milljón, en ef þú miðar við 1300.000 þá er þetta væntanlega hækkun 74%. Þannig að það er þá fyrsti hlutin af umræðin út frá hvaða launum eigum við að ræða þetta. Síðan settum við hér eigendastefnu í algjörri sátt þar sem við sögðum þetta eiga að vera samkeppnishæf laun en ekki leiðandi. Það er dómarinn sem við eigum að leggja á þetta.
kannski frekar en ofurlaunin sem voru hér áður eða launin sem voru lækkuð svona mikið. Ég held þó að til að fjalla þetta sé af sanngirni að jöfnuðurinn í launum innan Orkuveitunar hefur aukist verulega á undanförnum 5 árum. Hefur aukist verulega. Það miklu minni munur á forstjóra og almennu starfsfólki heldur en áður og það gildir líka borgina. Það gildir líka borgina. Það hafa verið minni hækkanir og yfirstjórn heldur en öðrum. Og mér finnst það góð stefna hvort að þessi launasetning og þessi tillaga sem ég tek eftir að borgarfulltrúinn vill algjörlega þvo hendur sínar af og tekur hér fram í ræðustól að þetta sé ekki tillaga starfskjaranefndar. Ég veit auðvitað ekki allt þetta mál en ég þykist vita að starfskjaranefnd sem borgarfulltrúinn situr í gerir ekki bara tillögu heldur fær laun fyrir það, fær laun fyrir að gera tillögu hvað? Kjör 2 starfsmanna. Og fyrir hvað starfskjaranefnd að fá laun ef ekki til að gera tillögu kjör þessara 2 starfsmanna? Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að svara andsvari, þá veitir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvar öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það má alveg ræða þessa starfskjaranefnd. Ég var ekki hlynntur skipun hennar á sínum tíma. Ég taldi og sagði þá að ég teldi þetta óþarfa nefnd. Taldi bara best að stjórn Orkuveitunnar tæki alla ábyrgð bara einn á þessu máli og það kom þá kannski líka vel á vondan þegar að undirritaður tók síðan sæti í nefndinni sem var á móti því í rauninni að væri sett á stofn. En það breyti því ekki að þessi nefnd gerir einungis tillögu. Sá sem ber síðan ábyrgðina sú stofnun sem hefur valdið, sem stjórn Orkuveitunar. Starfskjaranefndin gerir ekkert ein og sér. Hún leggur fram tillögu en tillagan raungerist ekki fyrr en hún samþykkt. Með sama hætti, það eru fjölmargar nefndir og embættismenn sem skila tillögum til borgarráðs en þær verða ekki að veruleika fyrir borgarráð hafi samþykktar og borgarráð tekur síðan alla ábyrgð á þeim, óskoraða ábyrgð. Þannig ég held að borgarstjóri get ekki hlaupist undan ábyrgð í þessu máli. Það meirihluti stjórnar Orkuveitunnar sem ber ábyrgð á þessu og sama hverju situr í starfskjaranefnd og þetta ágæta fólk kosið af meirihlutanum í Reykjavík. Nú varðandi laun forstjóra Orkuveitunnar í framtíðinni, við getum alveg bara farið yfir það fram og aftur. Ég held að við eigum að miða við síðustu árin, miða til nokkur senn. Mín vegna má þó alveg miða við eldri laun, eldri ofurlaun, en minni á að þau voru sett á sínum tíma af það er langt síðan, það var á valdatíma R-listans, þannig mér finnst nú svona eðlilegar við horfum aðeins nær okkur í tíma en það. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið að veita andsvar öðru sinni og þá andsvarum lokið og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, mig langar aðeins að ræða liðinum gistiskýlið. Það sem að formaður velferðarráðs ekki hér og þá spurning hvort að borgarfulltrúi Ásbjörn Blöndal getur kannski svarað því sem ég spyr nú eða borgarstjóri. Það kom fram hér í máli borgarfulltrúan Ásbjörn Blöndals á áðan að rök meirihlutans í borginni að borgin sjá rekstur gistiskýlisins sé að það sé fjárhagslega hagkvæmara og faglega farsælast. Mig langar til að fá upplýsingar hvernig það í rauninni faglega farsælast þar sem að Samhjálp hefur nú reynsluna í þessu og hver reynsla borgarinnar og síðan langar mig að fá líka upplýsingar það að fjárhagsáætlun í fjárhagsáætlun 2015 var gert ráð fyrir að rekstrarkostnaðurinn væri upp á 52 milljónir. En síðan hækkar þetta núna 30 milljónir sem verið óskað eftir að fjárheimildir velferðarsviðs hækki og síðan í skýrslunni að það talað í rauninu það að velferðarsviðið gert ráð fyrir því
að laun og launatengd gjöld séu upp á tæpar 68 milljónir. Í því sambandi, ég sé ekki betur heldur en það sé gert ráð fyrir því að þetta séu þá 7,4 stöðugildi á vöktum og síðan stjórnandi í dagvinnu. Og mér langar að fá upplýsingar hvaða laun eru í rauninni verið að gera ráð fyrir. Því að ef þetta virðast nú vera nokkrar vaktir þarna yfir daginn, eða hvort það verið reiknað út nákvæmlega fyrir hver stöðugildi hver launin eru. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal óskar eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Reykjavíkurborg hefur auðvitað töluvert mikla reynslu af rekstri gistiskýlisins. Annaðist það, ef ég man rétt, frá 1970 til 1990 og síðan sennilega frá 2004 til 2006, eitthvað svoleiðis. Ég man nú ekki alveg nákvæmlega þessa tölur, þannig að það er þessi ártöl, segi ég, en reksturinn umtalsverður. Auðvitað hefur að samanskapi Reykjavíkurborg mikla reynslu af þjónustu við þennan hóp utangarðsfólks og eins og kom fram í ræðu minni að þá er á nýjum stað miðað við nýjar kröfur og svona annað viðhorf til þess hóp sem þarna verið að þjónusta. Hér upplagt tækifæri til þess að þróa þessa þjónustu en frekar og að samanskapi að ákveða svolítið með hvaða, eins og kemur fram í bókun okkar og kom fram í ræðu minni, á hvaða hugmyndagrunni við ætlum að veita þessa þjónustu. Til þess gefum við 2 ár og að því loknu þá verður það metið eða að þeim tímaleginum verður búið að meta hvort að það sé ástæða til að leita eftir utanaðkomandi aðilum til að sinna þjónustunni að nýju eða halda henni áfram. Eins og hún hefur oft verið, mjög oft verið í höndum borgarinnar. Eins og kom fram í ræðu minni að þá var kostnaðaráætlun sú eða sá þjónustusamningur sem að Samhjálp var með rekstur gistiskýlisins í Þingholtsstræti umtalsvert lægri heldur en þær tölur sem við erum að tala um hér og það var auðvitað það sem að fjárhagsáætlun ársins var byggð á og ég held, eins og ég orðaði það í ræðu minni áðan, að þar hafi verið of naumt skammtað. Laun eru bara reiknuð út, þetta eru laun, auðvitað, þarna er töluvert næturvinna, það er sem sagt engin starfsemi að marki í gistiskýlinu á daginn. Þetta opnar, ef ég man rétt, upp úr 5 á seinnipartinn og lokar 9 á morgnana. Þannig að ég gerir ráð fyrir að launasetning taki einhverju marki miða því að þarna eru næturvinnu að ræða. Vona að þetta er svara spurningum borgarfulltrúans. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið að veita andsvar og þá er andsvarinu lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Ég kem nú hér upp undir fundargerðum Orkuveitunnar og til þess að taka undir með borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni þar sem ég sitt ásamt honum í stjórn Orkuveitunnar. Ég verð að segja að ég held að ég hafi orðið uppvís að mjög miklu hneykslismáli á undanförnum dögum. Þar sem hreint og beint ég held að ég geti sagt að okkur hafa verið sendar mjög misvísandi upplýsingar hvernig ber að túlka hitt á þetta, þar sem starfsmenn eru hreinlega að fara með fleipur. Og mér finnst þetta bara, ég byggði í einhvern veginn minni ágætu trú á fólki, ákvörðun á síðasta fundi sem að bifreiðamál forstjóra. Mér sýnist á öllu því sem ég er að skoða nú að þetta hafi bara verið tómar lygar og ég held að við verðum að fara alvarlega ofan í kjölinn á þessum málum. Þetta er bara stórkostlega alvarlegt og við munum fjalla um það meira bara á næsta fundi. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs og er umræðum lokið. Við göngum til 8. liðar dagskrár sem er